Enn og eftir að útvega orku tryggja losunarkvóta og lagningu raflína fyrir álver í Helguvík, framkvæmdaleyfi var þó gefið út í dag. Bygging álvers í Helguvík er að hefjast þó enn eftir að leggja rafmagn, fá losunarkvóta og orku. Ábyrgðarleysi segir varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ segir þetta einungis nokkra lausa enda. Magnús Geir Eyjálsson er með þessa frétt. Á aukafundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem hófst rétt fyrir fréttir liggur fyrir samþykkt á byggingarleyfi vegna álvers Norðuráls í Helguvík. Norðurál hefur þegar ákveðið að leggja 15 milljarða í framkvæmdir á þessu ári og segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæ, að framkvæmdin komi til með að hafa mjög góð áhrif á atvinnulíf á Suðurnesjum. Dofri Hermannsson, varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar og talsmaður borgarstjórnarflokksins í umhverfismálum, segir baráttu Árna fyrir álversframkvæmdum fyrst og fremst snúast pólitíska vegferð bæjarstjórans. Bendir hann á að ólíkt því sem Árni haldi fram, þá sé atvinnuástand á Suðurnesjum gott og því sé engin þörf fyrir álver á þessu svæði. Fyrsta lagi þá er algjörlega óvíst raforkuöflun til álversins. Það hefur verið að tala að kannski sé búið að ná nógu miklu rafmagni í hálfver en ekki heilt álver. Það er algjörlega ábyrgðarlaust og jafnvel siðlaust að taka núna skóflustungu eða byrja á því að smíða álver sem að þú veist ekki hvort það fæst nóg rafmagni. Dofri bendir jafnframt á að ekki hafi enn verið gefnar út losunarheimildir fyrir álverið og ekki liggi fyrir hvort leyfi fáist frá sveitarfélögum á Reykjanesi til að leggja raflínur inn að bæjarmarka þeirra. Árni gefur hins vegar lítið fyrir þessar athugasemdir og segir að lögum samkvæmt sé allt í reiðu. Þannig liggi fyrir samningur við Orkuveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja raforku til fyrsta áfanga álversins sem ljúka á árið 2010. Hvað losunarkvóta varðar segir Árni að Norðurál hafi ekki fengið losunarkvóta við síðustu úthlutun þar sem framkvæmdir var ekki komnar í gang. Félagið hafi hins vegar verið hvatt til að sækja aftur þegar ferlið var lengra komið og nú sé umsókn í pípunum. Jafnframt segist Árni ekki trúa því að nokkur sveitarfélag leggist gegn því að raforka yrði flutt til Suðurnesja og hafi hann þegar fengið vilyrði annað frá bæjarstjórum nágrannasveitarfélaganna.